Góðan daginn ágætu vinir og það sem við ætlum að reyna að gera í dag er að setja fram einhverja æskumynd og halda áfram með það dæmi og verkefni og hún er svo sem ekki að fullu leyti gerð skil og engin ástæða svo sem til þess nema bara svo sem að er eigandi þessar æsku velji það og vilji sjálfur og hann hefur valið og vill það sjálfur orðin eldri heldur en hann var sem barn sem eðlilegt er og fylgir bara því að vera manneskja sem að lifir í árunum sem að líða hjá og þeim fjölgar eftir því sem að framar dregst í þessu öll saman og æskan var auðvitað skemmtilegu tími, segi ég get auðvitað ekki talað fyrir aðra en ég segi fyrir mína parta var skemmtilegu tími og gefandi tími og fræðandi tími og umfram allt fyrir mig frjáls tími. Það held ég að æska mín segi með sanni að hún var frjáls tími. Það voru ekki margar kvaðir á okkur, svona mínum hóp. Við vorum svona nokkurn veginn samstiltir hvað þetta var þar og kvaðir einar sem að voru þær að við náttúrulega þurftum að gegna skólaskildunni og engin leið undan því vegna þess að skólaskildan er lögum samkvæmt og það er hægt að ganga að foreldurum þó einhverjum ef krakkarnir voru eitthvað að slussast með skólaskilduna sína. Ég man ekki eftir einum og öðrum kvöðum en þessum. En þetta fylgir öllum mönnum og konum og öllum sem að inn í þetta ágæta land fæðast. Vinna, það var nú mikið það að krakkar innu sumarinn, mörg börn fór í sveit. Það voru engir nauðungaflutningar nema þá vera skildi í einhverjum undantekningatilvikum en ég þekkti það aldrei. Ég vissi marga krakkar sem fór í sveit alveg svo ég gerði, reyndar ekki nema 2 sumur og eða svo bara part af einu sumri en þá hætti þetta hjá mér. En ég þekkti fullt af strákum og stelpum sem að voru í sveit á sumurinn og ég vissi aldrei neitt annað en að allt sem þar var hefði verið rétt gert og vel gert og gefið krökkunum bara skemmtilegar, fallegar minningar eins og var í mínu tilviki. Þannig að það er ekkert eitt sem hægt er að segja þessi atriði fyrir eitthvað eins og mörg önnur sem að við síðar fórum að heyra en kannski þetta vissu af að værið þarna einhvers staðar en þetta var ekki til almenna eins og seinna kom í ljós og menn töluðu eins og væri hið almenna eða þetta var það ekki þannig og ég sem sagt vann oft niður við Höfn eins og strákar gerðu á þessum árum og tók þátt í að landa upp úr togurum einhverjum og sérlega togurum og því að þeir komu til Hafnar og þá var landað upp úr þeim bæði bæjarútgerðarskipum og Surprise og Röðli þegar þessi skip sigldu ekki þá komu þeir til Hafnar og hvort sem var sumar að vetur meira þó sumar og meira siglt á veturum á þessum togurum og við vorum ráðnir þarna oft, maður fekk nú ekki alltaf vinnu og þar var verkstjóri svona aldrað eða svona við aldurshaldinn og við röðum okkur í kringum verkstjóran og hann pikkaði út stráka hér og hvar og stundum var maður fyrir valinu og stundum var maður ekki fyrir valinu og þá fór maður heim ekkert endilega svektur og maður nefndi nú ekki alltaf að fara en fór vegna þess að hópurinn
hinir fóru og maður velti. Og það kom nú fyrir að því sko það var einhver kvaðir á neinu okkar, ekki svo ég viti. Kannski voru kvaðir á einhverjum en eitthvað sem ég aldrei vissi en það svo sem ekkert að forvitnast neitt það. En það kom fyrir að ég grútsifjaður færi fram, maður bað mömmu yfirleitt að ræsa sig og hún gerði það nú alltaf greiða. Hún stóð sem svo heti því og ég það kom fyrir að ég labbaði niður eftir hólunum heima, Hellisgötunni og niður Vesturbraut og niður Merkugötu og sneri við þar og færi heim aftur og svo sagði ég nei, ég fekk ekki vinnu. Það reyndi aldrei á það. Það var bara fínt að fara heim og leggja sér bara aftur. En stundum komaði með löggilda afsökun, þá hafði verkstjórinn ráðið í lestina en ég var eftir. Þannig það var allur gangur á þessu en oftast nær held ég að maður nú fengi vinnu þegar maður kom og hérna það voru margir sem að komust ekkert að því að það var stór hópur af strákum sem komu í bryggjuvinnuna og í togara uppskipunina og lestinu eiginlega, ég minni að við höfum verið 2 í lest og það eru margar lestar í þessum skipum og hérna þannig að það hefur verið alveg hópur af strákum sem að tóku þátt í þessari lestarvinnu og duglegasti strákurinn hann kláraði sína lest yfir daginn. Ég náði nú aldrei að klára lest yfir daginn en svona upp undir það, held ég aldrei náði en sá duglegasti hann náði að hérna klára sína lest yfir daginn. Þannig þetta voru bara góði tímar og skemmtilegi tímar og þetta var nú engin eins og ég var að segja ekkert strembin vinna og það var ekkert sagt að kæmi ekki, það var bara nú að togari og nú komu þeir sem vildu koma og þeir fengu vinnu sem voru heppnir. Hinni fóru heim aftur og lögðu sig bara áfram. Eins var með skip, manni fannst nú alltaf skemmtilegra svona fyrir sig sjálfan að vinna og taka þátt í uppskipun í fraktskipi og þau komu nú þarna til Hafnarfjarðar bæði einskiparskip, mest einskiparskip og sjálfsagt líka hafskip og sískip en mest mann maður nú samt eftir heimskiparskipunum og þar voru hérna til dæmis manni fannst ágætt að vera í timburskipunum því að þá var það timbri fluttinn þannig með þeim hætti að þetta var bara raða spýtu fyrir spýtu niður í lestarnar og þannig tókum við þeim og röðum á brettni hérna í stroffur sama, tókum spýtu fyrir spýtu og fylltum stroffuna þannig séð eins og ætlast var til að gera þetta var svona smá vöndull sem fór upp og þannig var timbrið tekið og það var eiginlega ekkert annað menn gerðu þetta svona og enginn sagði neitt en mér minni það nú reyndar svona undir lokin á þessu þá hafiðu menn verið farin að koma með spýturnar í buntum. Þannig að þau þurfti bara að setja vír undir hvert búnt og hérna þannig var þetta híft upp sem var náttúrulega miklu fljótlegra heldur að spýta fyrir spýta aðferðin en líklega hefur það verið til þess að færri fengu vinnu en var með hinu laginu. Þannig að þetta er svona bæði í báðar áttir hvað þetta varður og færri sem fá vinnu þýðir náttúrulega færri strákar sem fengu kaup í það skiptið en líklega verið miklu ódýrara og fyrir þetta það náttúrulega miklu fljótlegra. En svona var þetta nú þegar við vorum í hafnarvinnunni guttarnir í Hafnarfirði. Og svo kom að launaumslaginu og maður var alltaf ósáttur við launaumslagi því að peningaviti var náttúrulega bara eins og það var nú ekkert kannski neitt mikið
maður myndist að þóttist að unni miklu meira og ætti því að fá miklu meira í laun heldur en raunin varð og stundum fór maður í vegstjóran og sagði farið sínar ekki slettar og hann fór yfir þetta alveg samviskusamlega og jú, þetta nú alveg rétt svo fyrst, ok, þá það bara svoleiðis. En einstaka sinni kom fyrir að maður fengi meira en maður hafði unnið og það sem maður sáði á umslaginu að það hafi ég fengið aðeins meira og þá sagði maður ekki orð. Þá fór maður ekki til vegstjórans og bað hann að leiðrétta þetta. Þannig að þetta var svona einstefna, heiðarleikinn var svona í einstefnu átt á þeim tíma. En svona var þetta nú þá. En eins og ég segi, þá liði maður algjört frelsi og það var aldrei amast neitt við manni eða maður eitthvað verið að skikka manni eða kannski var maður hvattur til að gera þetta, ég veit ekki, en ekkert meira en það. Og ég nokkuð viss það, þessi strákahópur sem var í kringum mig, að sama gilti þá. Ég sagði frá sjálfum mér þegar ég var að labba niður Mörkugötuna og ég alveg grútsifjaður náttúrulega nefndi enga veginn að fara að vinna en var nú þarna á þessum stað samt og ég fór niður í miðja Mörkugötu og þar sneri ég við og labbaði heim og sagði svo að ég fekk ekki vinnu og ég var ekkert einn þetta, ég man alltaf eftir einu mínum sem að þá var ég komin niður á bryggju og var bara að bíða eftir því að vegstjórinn benti á mann ef hann gerði það. Og ég horfði á Viktarskúrin sem þá var, ég muni kannski eftir honum hvað hann var þarna niður á skúr og þar sé ég eitt strákahöfði sem ég þekkti vel. Og hann sem sagt kíkir á okkur og horfir í kringu sig og svo bara lætur hann sig hverfa. Þá var hann bara jafn grútsifjaður og ég og nefndi enga veginn að fara í vinnuna og sagði svo við mömmu sína, nei mamma, ég fekk ekki vinnu. Þá gæti ég nú ekki annað en hlegið því ég sá sjálfa mig auðvitað bara í þessum ágæta dreng og vissi þá samstundis að ég var ekkert einn í þessu verki. Það var svolítið fyndið. En þarna var maður í þessari ágæti togara löndun mest svona, þetta var náttúrulega bara þessi vinna, við vorum að landa fiskinum og móku upp ísnum og við settum þetta allt í tróg hérna nú og trógin voru hífð upp á krana sem stóði á bryggjunni og bara eitt tróg í einu og úr þeim var sturtað á vörubíla, fullt af vörubílin sem voru að fá fullt af vinnu bara í kringum löndun togarana. Þannig að það var eitt verkefni, svona tryggingin fyrir vörubílstjórana í Hafnarfirði til að mynda að þeir hefðu þó allavega þetta. Það þurfti nokkra togara til þess að vera í kringum eitt togara sem var verið að landa upp úr. Ég man nú reyndar ekki eftir nema einum togari í einu, kannski voru ef að þeir voru tveir þá held ég að það hafa nú verið svona undantekningar tilvik. En það voru þessir bæjarútgerðar togarar sem að þá voru í gangi. Maí var nú allan tíman sem að við vorum í þessu. Ég man ekki hvort að hinskipin, ágúst, apríl og það var nú sennilega búið að leggja þeim þá því að þeim var lagt þarna og sjálfsagt hafaði legið á Nýjubryggju. Þar var allavega Bjarni Riddari, hann var nú sem manni fannst alltaf vera þarna. Það var í mörg ár. En var seldur til Grikklands 1964 og held að honum hafi verið lagt 1960. Þannig að togari, þetta síðu, við erum að tala síðutogarana, þeir væru við bryggju á þessum tíma, það var bara ekkert óalgengt. Svona var þetta nú þá og bátar, það var nú minna það að bátum væri lagt, svo ég muni. Ég man ekki eftir neinum bát sem að lá bara aðgerðalaus við bryggju og þessir bátar sem voru nú margir síldarbátar og þeir voru náttúrulega síld yfir sumarið með að við vorum að landa upp úr togarunum að þá voru síldarbátarnir á síldveiðum
Þarna var meira en síldarbátar, það voru trollbátar, það voru humarbátar og það voru færabátar eða humarbátar og trollbátar meira og mest sennilega, annars mann ég þetta nú ekki alveg hvernig þetta var, en það var töluverð útgerð, ég mann eftir því, og bátar að koma og fara og togarar og svo farskip sem að við tókum þátt í að skipa upp úr, hvort sem að togara eða já, bát. Ég man alltaf eftir því eins og vorum að tala um á þann og þá held ég að hafi örugglega komið mest af eimskiparskipum og þau eins og í dag voru þá svört eins og þau eru í dag og þarna voru áhafna meðlimir að ganga svona með eftirlit og meðan við vorum að ruslast í hérna farminum og ég tók eftir því að þeir gengu alltaf flautuð alveg svoleiðis á við bara her af mönnum og ég fór að hugsa með mér alltaf sé nóg fyrir mig ef ég fer á farskip að kunna bara flauta en þannig var það nú ekki alveg en þetta hugsaði maður og þetta bara í gríni og fannst þetta svolítið fyndið en því að þetta var bara mjög algengt allavega þessum skipum sem voru að koma þar að þessir ágætu menn þeir gengi allt, þeir voru náttúrulega alltaf á ferðinni, voru á vaktinni og svo flautuðu þeir og ég fór að veltaði fyrir mig alltaf sér nú fyrir mig að kunna bara flauta ef ég fyrir á fraktskip seinna fór ég á fraktskip og ég kunna flauta en það var ekkert nóg að kunna flauta með þurfti ýmislegt að kunna og kunna vel þegar maður var í því öllu saman þannig að einnig það fjallum sjálft sig en það var meira gert en að vinna á bryggjunni og landa upp úr togurum og fara grútstífjaðir heim í miðri Merkugötu hættur við að fara og allt saman það og maður komst upp með þetta allt því að foreldrar manns vissu að stundu fengu strákarnir vinnu og stundu fengu þeir ekki vinnu þannig að það var allavega alveg rétt þó ég segði þetta þó maður hafi ekki alltaf látið á það reyna grútstífjaður ég vildi bara fara heim aftur og sofa og komst upp með það en það var meira sem við vorum að gera ég var einn af þeim og margir áttu þetta annarkur strákur í Hafnarfirði var með dúfur og dúfurnar voru ekki heim allavega var ég ekki með dúfur heima en heldur reyndar að einna bróðirinn hafi verið með dúfur heima eða á lóðinni heima en ég minnist þess ekki að ég hafi verið þar nema hvaða við förum hérna að stúsast í kringu þetta og við byggjum okkar eigin dúfukofa í Gjótu þú manst kannski eftir Víðistaðatúninu þessi Gjóta var við Þórólfsgötu sem heitir nú eitthvað annað í dag en hún var við endan á Hellisgötu, Hraunbrekku sem þá var og Þórólfsgatan tók við neðst í Hraunbrekku og lá til vinstri en til hægri var sem sagt hraun og það rétt hjá þetta Víðistaðatún og Víðistaðatún var girt af með grjót hleðslu ég held ég bara ég meðfram öllu hrauninu og í hálfring þarna en þar sem vegurinn var hinum megin við túnið var gatta við skýrðinga eða verið neitt skýrðinga en þessi grjót hleðsla var hinn girðingin þetta var töluverð grjót hleðsla og töluverð vinna ábyggilega við að gera þessa grjóthleðslu og þarna var nú aldrei fínt að vera með dúfukofa að við töldum og við spurðum engan að því við bara sáum þarna var autt svæði og þarna var hérna steyptur grunnur kannski fyrir kindur eða ég veit, kannski kindur en það var ekkert nema þessi steyptu grunnur og við byggði, ég man ekki hvort allavega byggði ég minn kofa á þessum steypta grunni og það voru nú heimatökin því að hús
sem tilheyri Þórólfsgötu var þarna fullbyggt og flutt í það fyrir nokkru síðan og eigandi hússins, hann hafði bara hent spýtunum bara fram á. Þannig að endin að þau stóð þarna bara upp í loftið og kallaði bara á okkur, strákar komið og hér nóga efni. Við vorum alltaf bara börn og ég var ekkert að fara til að stela inn, við þetta vissum maður mætti ekkert gera þetta, en einhvern veginn fannst manni að vera bara búið að henda þessu, sem ekki var réttu þetta. Og það var eins með það að við förum að sækja okkur timbur þarna. Og það var eins með það, já, að það sagði aldrei nokkur maður neitt. Og ég byggði í minn kofa og einhver sinn kofa. Mér minnið að verið 3 eða 4 kofar þarna á svæðinu. Og ég klára hann og ég fóðra hann og ég set á hann pappa, tjörupappa, við gerum það alltaf. Og útbjó stíu fyrir framan til þess að dúfurnar gætu verið þar. Og á þessu var náttúrulega hurð og hurðinni lás sem maður lesti og þegar maður var ekki þarna á staðnum og kom þarna á hverjum degi. Hvar ég fekk dúfurnar, ég man það ekki, eitthvað, maður keypti þetta sennilega en ég stal þeim nú ekki, það menn voru að stela dúfum alveg fram og tilbaka og kannski keypti ég af ykkurum hann í kring, ég manna bara ekki hvernig þetta var, en ég átti þegar mest var líklega svona 17-18 dúfur sem maður ól og fór til keypti handaði bygg, hænsnabygg sem að eggja framleiðandi þarna vestur frá eins og við segjum átti og seldi okkur og við kölluðum hann hét Gvendur Atla, þú kannski maður stættir honum og við kölluðum hann alltaf Gvendur Stregapóki Atla, fyrir ekki við að ég segi þetta en vegna þess að alltaf þegar við komum þangað, strákar, eru þið með stregapóka með okkur? Jó, við vorum með stregapóka með okkur og alltaf þegar við komum þá sagði hann alltaf, eru þið með stregapóka með okkur? Þannig að við kölluðum hann bara Gvendur Stregapóki Atla. Ég bið afsökunar á þessu en þetta var það sem við gerðum. Góðu kall og allt það og þeir bræður miklir ágætis menn. Ég held að þeir hafi, þetta Hænsnós hafi selt okkur það bygg sem að dúfugreyin okkar þurftu. Og þetta báru við í stregapókanum inn í kofan og svo fengu dúfurnar skammtinn sinn úr þessum póka. Held að það hefur nú bara verið eitthvað dallur eða hvort að maður stráði þessu bara í opnarlega rýmið fyrir þær. Það er náttúrulega fóru út, voru þar svona inn og út bara eftir því sem þær vildu. Og þær, svo var þeir óhætt var að sleppa, það þurfti að vera inn í þessu vírnetsbúri í einhverja daga áður en að óhætt væri að sleppa þeim út. Og svo þegar við töldum að það væri komið tíma á það, þá opnuðum við út og þær flugu út og settust á húsin hann í kring og horfðu á okkur þar sem við vorum að gera eitthvað þarna og það var eins og við mannum vælt að það skiluðu sér alltaf heim að kveldi og þá fór maður og lokaði á eftir sér. Þetta var líka svolítið bardagi við kettina, við vorum alltaf að hugsa kettina að þeir kemst hvergi að þessu þegar það kom fyrir að þeir væri að sniglast þarna í kring og við vorum ekki trefnir af þeim. Kötturinn maður, hann var svo partur af þessu öllu saman. Ég man nú aldrei eftir því að hafa mist einhvað í kjaftinu á þeim en þeir voru stundum að sniglast þarna. En þetta var alltaf nógu vel varið til að það yrði ekkert af slíku. Eina sögu get ég sagt af ketti, það hún reyndar ekki þarna. Heldur var það í kofanum sem var heima og þar sjáum við köttur inn í búrinu, sem sagt í stíinu fyrir framan búrið. Og það var aldeilis fótur og fitmaður að
taka kvikindi í mann alltaf því að hann greið var alveg logandi hræddur þarna inni því að hann var bara lokaður inni, vissi ekkert hvernig hann ætti að komast inn, sennilega verið búin að gleyma því hvar hann kom inn og hann var bara alveg logandi hræddur þarna og átti nú aldeilis að taka hann í gegn og hérna sá sem átti kofan, hann undirbjó sig undir parsmíðar en svo horfir hann upp í gluggan heima og þar sér hann heilan pabba sinn maður og þá í staði fyrir að láta lurkin vaða þá rekti hann á hérna köttin og kötturinn alveg svoleið stökk í loftköstum og flúði sem fætur togaði þannig að það var eina sem gerði að vinur rekti á hana því að sá pabba sinn í gluggan annars láti lurkinu vaða við vorum ekki hrifnir af svo köttum meðan að dúu ástandi var á okkur en ég man nú ekki eftir neinu ketti í hérna mínum húsum en þegar ég vissi af þeim að það fyrir utan og sem sagt að við vorum þarna bara að stússast í kringu þessar dúur og fóðurum þær og sumir voru með egg, ég man ekki hvort að koma unga en ég fekk aldrei egg og það var nú ýmsar kenningar upp það hvernig það geti gerst og þeir sem voru með hvað frjósömust búin, fuglabúin þeir voru með ljós hjá þeim og það var víst lykillinn að varpið þeirra ég veit ekki hverju lykillinn en allavega þar var egg og ungar og en ég fekk aldrei hvorugt ég held að ég einu sinni fengið eitthvað egg og það kom aldrei neitt út úr því en þannig að það var allavega ekki það sem ég gerði eða uppskar veit ekki ástæðuna sjálfsagt hafa aðstæður bara ekki verið nógu góðar ég reikna nú með því að það var svona í og með verið ástæðan fyrir því að þar kom ekkert eggið eða allavega engin ungi og maður átti nú þessa fugla í nokkur ár var með þetta en ekkert rosalega lengi ég fór í sveit 12 ára og þá held ég að það sé nú svona lokin á dúfnaræktinni minni maður byrjaði kannski 10 ára, 9 ára við vorum svo ungir þegar við vorum að stússast í þessu við strákarnir þegar maður var í bryggjuvinninni og var að slíta humar í bæjarútgerðinni þá var maður 9 ára mér minnaði maður á logi að maður verið 10 ára þá fekk maður aðeins meiri laun minni það þannig að það voru ýmsir klækir í gangi til þess að hafa aðeins meiri upprúsu og það með þetta ágæta dúfna fár að einu sinni þá eins og við vorum að tala þá áttu menn nú til að stela dúfum hvoru fyrir öðrum en ég held að ég hef nú aldrei verið neitt í því en ok, ég kem að einu sinni inn þá búið að brjótast inn maður hespan rifin af og búið að hreinsa úr kofunum ég man ekki hvort að eina að tvær dúfur voru skildar eftir og maður náttúrulega ekki hrifin að þessu og þetta var bara eitt af því sem maður gat átt von á og sá sem að tók dúfurnar hann var nú ekki klárar en það hann hefur ekki átt að sjá því hann hefur náttúrulega sett þær inn í sinn kofa að hver einast af þeim skilaði sér heim hann hefur sennilega sleppt þeim áfljótt áður en að þær voru búin að venjast þessu umhverfi og þær náttúrulega bara fljúa þá í sitt gamla umhverfi og það var umhverfið sem ég var búin að búa til handa þeim þannig að þær komu allar fljúandi hver einast af þeim kom bara nokkur dögum seinna voru allar komnar heim aftur þannig að tapið var nú ekki neitt stórkostlegt og það voru ýmsir klækir aðrir gerðir ég man eftir því að við vorum að veiða dúfur og þá voru hrísgrjón notuð og pappakassi notaður og kubbur settur undir kassan og hann var lyft upp og svo var spotti úr þessum kubb í leynistaðin okkar og svo komu dúfurnar og átu sig
átu hrísgrjónin og undir leður voru komnar inn í undir hérna kassan, opnalega kassan, þá kiptu við og þá fóru þær ekki neitt og þannig náðu við nokkrum dúu. Sjálfsagt höfum við nú hirtar og settar inn í kofan, en við gerðum þetta stundum, kannski voru við bara að leika okkur, kannski bara höfðu gaman að þessu og kannski bara sleftuðu mattur, allavega ekki í öllum tilvikum var það þannig. En þetta var mjög einföld og mjög árangusrík aðferð. Það var að nota pappakassa, stinga kubb undir endan með spotta í og liggja í leinum í nokkra metrar fjarlægð og viti menn að þær komu runnu og agnir. Það var bara mjó slóð og þær grjónuðu sig inn í undir hérna, grjónuðu sig undir kassan og þá voru dagar þeirra taldir, sennilega. Það var mjög auðvelt að veiða þessar dúur manni og það var líka annað gert. Þú sem að þekkir til í Hafnarfirði, manst eftir KFUM húsinu á Hverfisgötunni, þetta hús nú þarna ennþá og þar voru samkomur og alls konar svona kristilegar stundir sem ég reyndar fór aldrei á neina af þessum stundum, en ég man eftir að hafa stungið einhvern tímann hausnum þarna inn og þar var allt fullt af krökkum og eitthvað verið að gera. Ég man ekki alveg af hverju ég var þarna, en ég bara stakk hausnum minn og svo fór ég þaðan og niður brekkuna, Linnestíð ekki, og niður í Bæjarbí og sjó Roy Rötses. Ég hafði meiri áhuga fyrir honum heldur en því sem þar var að gerast. Ég hafði reyndar, held ég, bara enga skoðun á því, en þeir voru þarna og máttu vel vera þar, en ég var ekki þar. Og þar upp á lofti í þessu ágæta húsi voru villidúur og það kom svolítið að villidúuna og við vissum að dúfa, hún gerir hún ekki mikið ef það er myrkur og við sem sagt förum hérna að húsinu kvöldi til og bakvið og klifurum upp tré við endan á húsinu. Þetta verið að þetta tré sinna ennþá, ég veit það ekki, og þannig komast við upp á þak og á þakinu var gluggi sem hægt var að opna utanfrá og við skriðum niður og vorum þá með ljós með okkur, vasaljós, og fundum dúfur og þær náttúrulega hreyfðu sig ekki. Við skelltum á ljósinu og þá var bara að tegja fram hendina og taka greiinn og stingaði minnan á sig. Maður var í svona víðum úlpu með einhverju og geymdi þær bara þar og maður kannski tók 2-3 ár, það var fullt af þessu þarna, og fór með heim í kofan og bara þetta bara innan á sér þessa leið. Þetta var reyndar ekki löng leið, en svona nokkri metrar. Það var það sem af var Hverfisgötunni yfir Reykjavíkurveginn, áfram Hellisgötuna og niður Hraunbrekku og út í þessa gjótu þar sem kofarnir voru. Það hafði bæst eitthvað smávegis við hérna hópin okkar. Ég veit ekki, kannski fengu við dúurnar okkar bara svona mest, keyptum eitthvað, en kannski fengu við þær bara mest svona. Ég man að við gerðum þetta. Þetta var bara góðu tími, menn það þurfti að hugsa þessi grei og við sáum alveg það og keyptum hérna bygg hjá Gvendi Strigapoka Atla, eins og við köllum hann. Ég bið afsökunar á þessu, þetta var góðu kall, en við köllum hann þetta vegna þess að hann eiginlega gerði upp á stunguna sjálfur. Strákar, eru þið með Strigapoka með ykkur? Já, hvað viljið það mikið? 2 kíló, 3 kíló og byggi, og mæltað 3 kíló og setti í pokan og við greiddum það verð sem hann setti upp. Það var náttúrulega bara
hann bara seldi þetta náttúrulega, þeir eru að kaupa þetta og seldu þetta þá, bara sennilega á kostnaðarverði, eða ég veit ekkert um það. Og þannig var það nú. Og svo mann ég einu sinni, við byggðum kofana úr timbri sem nýbyggt hús var við og eigandinn hafði hendin bara fram á klettinum sem var við húsið hans og alveg svoleiðis að æftu á okkur spýturnar upp í loftið þarna. Hann kemur og einu sinni manni eftir að hann kom og við erum að eitthvað monta okkur að þau sem erum búin að smíða alla þess að kofa maður, flottir kofar og þá horfði hann á og sagði, stráka mínu, á ég ekki þess að kofa? Að þú? Þá vissi hann alveg hvaðan þessar spýtur voru. Þannig að við erum stoltið svona einkennilegir framan en við kendum við þetta átti hann þetta var allar spýturnar voru frá honum komnar. Svona eru börn, þau átta sig ekki alltaf á svona hlutum og sjá bara þarna eitthvað spýtur upp í loftið og það bara eru þarna, virðist enginn ætla að gera neitt við þetta og við náttúrulega í barnaskap okkur bara litum svo að þetta væri bara okkar einn. Þannig við gengum í þetta eins og við vildum, en ég var nú að viðurkenna það að við eldhúsglugginn á húsinu var þarna plasti við þegar maður horfði upp en maður gætti sér nú alltaf á því að þar var enginn. Allavega vissi maður svo mikið að maður reyndi að hafa þetta á hreinu og gerði. En þetta var í eina skiptið sem þetta var eitthvað aðeins nefnt. Að þetta verður nú kannski ekki alveg okkar eign, en við vorum búin að regna þetta var kofi minn og bara engan munnsöfnuð með það. Þannig að dúfur, rækt og rekstur var svona eitt af því sem að æsku árin færðu manni. Þessi togaravinna sem við byrjuðum á að tala hún svona bara með hinu. Dúfurnar voru á sínu stað á meðan við vorum að landa upp úr togarunum eða stússast í fiskinum eða stússast í farskipunum að raða saman timbri og gera alls konar. Ég var svolítið stór krakki en var bara krakki og jafn linur og 12 ára strákur 11-12 ára strákur og ég var alltaf látin vinna með fullorðnum mönnum og það fannst mér ekki skemmtilegt. Ég man alltaf eftir því hvað ég var gramur út í jafnaldar mína sem voru latir og rifu bara kjaft liggjandi með bakið upp í loftið og rífandi kjaftið okkur sko. Mér langaði stundum að fara og sparki raskatið á þessu liði og rekað á lappir. Þeir voru þarna til að vinna en ekki til að rífa kjaft og vera bara með einhverja fúla brandara. En stundum var það nú þannig að menn gerðu þetta. Ég lét nú aldrei verða að neinu slíku. Svona krakkar. Þau hafi ekki vit fullorðinnar manneskju og krakka þarf að ala upp, krakkum þarf að kenna og leiðbeina frá til það held ég að maður verður nú bara að segja ég var alveg eins það þurfti að leiðbeina manni alveg frá til ég fekk laun og var alveg svakalega húll maður áttaði mig ekkert á því að ég átti að vinna til 5 og var farin á hádegi mann alltaf skráði sig út fara á hann hádegi og svo hélt maður fengi bara full greidd laun og svo voru þau heldur minna. Þetta bara var vegna þess að maður þekkti þetta ekki, maður fattaði þetta ekki, en þetta allt sem kom bara með tímanum. Þú hugsaðir ekki eins og barn þegar út orðið fullorðinn. Þú stígin upp úr barnaskapnum. En ég lifði þetta frelsi og ég afskaplega stoltur af því að hafa lifað þetta frelsi og geta valið svona nánast bara hvað maður vildi gera. Það hefur aldrei verið mér neitt til trafala
neittna slíkra þátta. Og það voru dúfurnar og þá voru fisk löndunin og það var humarvinnan sem að maður sennilega byrjaði þar undan öllu hinu að slíta humar og það var eins með það að þar var alveg haugur af strákum og stelpum sem að unnu þarna í bæjarútgerðinu og ég veit að margir jafnaldrar mínir muna það eins og hafi gerst í gær. Allt var þetta launustörf, 9 ára fekk minna en 10 ára og 10 ára minna en 11, þannig að maður laug alltaf til aðeins aldur. Og það gat svona aðeins lyft statusnum upp. Það held ég, en ég vil ekki segja þetta gott og ég tók bara, einhverjir hafi haft ánægju af þessu og þetta svona líka fróðleikur. Það er það ekki. En hérna við stoppum hér og þakkum bara fyrir okkur.